Næst Margrét Tryggvadóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég tek nú undir, vil byrja á að taka undir það þakkir sem hafa komið fram til hagsmunasamtaka heimilanna og þeirra gríðarlega góða starf. En eins og kom fram í máli Lilju Mósdóttur hér áðan, höfum við horft upp á gríðarlega eignatilfærslu hér á landi frá hruni. Og ég hef eins og hagsmunasamtök heimilanna talað fyrir leiðréttingu á skuldum heimilanna og afnámi verðtryggingarinnar og ég furða mig ofta á að þetta hafi ekki verið leiðrétt nú þegar, sérstaklega þessi forsendubrestur sem við horfum öll upp á og okkur finnst öllum svo ósanngjarna, við getum ekki búið í svona samfélagi. Mér langar að spyrja fulltrúa hagsmunasamtaka heimilanna hvort að þeir telja Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eigi eitthvað þátt í því að ekki hafi verið ráðist í leiðréttingu á þessum forsendubresti sem varð og afnámi verðtryggingarinnar. Takk. Við höfum náttúrulega ekki nokkuð séns að svara því hvort að AGS hafi truflað það sé ekki bara afnema verðtrygginguna en af samtölum okkar við Franek Rosodowski og Mark Flanagan þá hefur komið skýrt fram að AGS ætlast til þess að lán heimilanna séu leiðrétt eða sem sagt í líku hlutfalli eins og fjármálafyrirtæki fengu afslætti frá sínum kröfuhöfum og þeir hafa sagt að þessi lán skuli leiðrétta að allir svo peningur sem fjármálafyrirtæki fengu skuli nýttur í þetta, hvorki króna minna ni króna meira. Þannig að AGS hefur í okkar huga ekki, eða í mínum huga ekki staðið vegi fyrir því að þetta sé leiðrétt. Það bara spurning aðferðafræðina sem deilt hjá þeim og á fundi sem við áttum með þeim núna fyrir ekki löngu að þá kom fram að það verið að skoða ýmsa möguleika en ég hef ekki upplifað það að þeir sé að standa á móti því. Það bara spurning það þeir vilja að þeir fái leiðréttinguna sem tóku lánin hjá viðkomandi fjármálastofnun. Þannig að það má ekki nota eitthvað frá Kaupþing til þess að leiðrétta lán í Íbúðalánasjóði eða þess háttar. En varðandi þetta hvort að þeir séu á móti því að afnema verðtryggingu, ég hef ekki heyrt það, veit það ekki og get því ekki tjáð mig um það.